Já, komið sæl og velkomin í þáttinn Frelsið er yndislegt. Ég er Guðmundur Ingi. Nú í þessum þáttum erum við að ræða allar hliðar fangelsmála, hvað við erum að gera rétt og hvað við erum að gera ránt og hver stefnum við í þessum málaflokki. Í þessum þætti í dag ætlum við að ræða við Dögg Hilmarsdóttir, félagsráðgjafa hjá Fangelsmálastofnun. En félagslegu vandi er ofta ástæða veru margra í fangelsi og nauðsynlegt er að unnið sé í þeirra málum og meðan fangavist stendur svo að hættan á endurkomu í fangelsin verði minni. Velkomin Dögg, takk fyrir að koma. Hvað gerir félagsráðgjafi í fangelsunum? Já, góða spurning. Ef við byrjum bara á byrjun afplánunar þá erum við svolítið í því að taka á móti einstaklingum sem eru að koma í afplánun og eftir atvikum að gera innkomu og þjónustu mat á viðkomandi til að meta svolítið svona þjónustu þörf og svona hvað er verið að leggja áherslu á í afplánunni og jafnvel einmitt þegar einstaklingar eru að koma inn að hjálpa þeim að greiða úr einhverju sem átti eftir að greiða úr áður en þeir komi inn, stundum eða kipt snögglega inn í afplánun. Síðan þegar innkomu þjónustum þetta búið og þá er rauninni svona fylgjum við einstaklingum eftir í afplánunni og styðjum við svona þessa stigskiptu losun. Þannig að þið, já, þegar þið takið inntöku skýrslu þá er það kannski svona til að meta líka hvar þeir séu vistaðir eða eitthvað slíkt? Ekki endilega, heldur svolítið til þess að meta hvaða þjónustu er þörf á að leggja áherslu á svona á meðan afplánun stendur. Já. Hvað eru margir félagsráðgjafar hjá Fangelsmálastofnun? Við erum 2 eins og er að það stendur til að þriðji félagsráðgjafinn hefji störf fljótlega. En þið eru að sinna öllum föngum eða ekki, öllum þeim sem eru í refsivörslu kerfinu eða ekki, og það getur verið fleiri 100 manns, 500-600 manns eða ekki í raun og veru? Já, við erum að sinna þeim sem eru bæði í afplánun, við erum að koma inn í afplánun og síðan þeim sem eru á reynslulausn með sér skilyrði. Við erum að fylgja þeim eftir líka í svona eftirliti og þeir sem eru ekki með skilyrði á reynslulausn hafa líka alveg aðgang að það getur jafnvel eitthvað komið upp á þeim sem að þeir þurfa að leita. Þannig að það er alveg ég held að fólk átti sig ekki stundum á hvaða fólk er í fangelsunum. Hvernig fólk er í fangelsum landsins? Það er í rauninni ansi fjölbreyttur hópur sem er í fangelsum landsins og svona ef við tökum þetta út frá brotaflokkum og svona þá er þetta ansi stór hópur sem glímir við fíknivanda. Það er svona ansi en þetta má kannski segja að stærsti hópurinn sem er í fangelsum á við einmitt einhvers konar félagslega vanda að stríða eða hefur átt við hann, en það ekki atvinnuleysi, húsnæðisleysi? Já, það er oft ansi mikið svona úrræðaleysi hjá einstaklingum áður en þeir koma jafnvel í afplánun og svo jafnvel heldur það áfram eftir afplánun, sko. Já, þú myndist á inntöku skýrslu, eða ekki? Innkomu og þjónustu mat. Inntöku og þjónustu mat, það er svona míní útgáfa af meðferðar og vistunaráætlun sem var eiginlega tekið úr lögum, eða ekki? Já, sko, svona vistunaráætlun var í rauninni tekin úr lögum, eða sérst ekki lengur lögum, en það er ennþá í lögunum að okkur í rauninni er að gera svona meðferðar áætlun teljum við þörf á því í rauninni. Þetta er í rauninni þannig að við gerum innkomu þjónustumat og ef einstaklingar eru með langan dóm, gróft brot og við sjáum fyrir að við komum til færi jafnvel einhver mörg skilyrði ef hann fer á reynslulausn og svona það er margt sem það er að vinna með að þá gerum við meðferðar áætlun. En og þá væntanlega áhættumat eða þið komið að því eitthvað eða? Við í rauninni þetta innkoma þjónustumat er oft partur af eða svona grunnur að síðan áhættumat. Þar eru við oft að afla upplýsingar sem eru síðan jafnvel stöðust við í áhættumati. Já. En hvað er í boði? Hvað er í boði fyrir þá sem að nú fer fólk í einhvers konar mat og þarf einhvers konar aðstoð, væntanlega. Er eitthvað í boði? Já.
þannig erum við til dæmis að greina ef að einstaklingur sem kemur inn með húsnæðisvanda, að þá erum við að styðja við viðkomandi í því að koma strax að stað einhverju ferli hjá sveitarfélaginu til dæmis, eða svona huga að því strax í upphafi afplánunar, eða mikil fjárhagsvandi, að þá jafnvel einmitt lósum viðkomandi inn í umboðsmann skuldara í ferlið þar, og við svona erum að greina einmitt hvaða úrræði mögulega getur nýst viðkomandi á meðan að hann í afplánun. Gerir það fyrir að fjárhagsvandi eða sem sagt að leysa úr fjárhagsvanda er kannski eitt svona sem flestir hafa þurfa aðstoð við og húsnæði náttúrulega. Hefur það reynst auðvelt að aðstofa menn í þessum málum? Sko það hefur verið auðvelt að koma einstaklingum að í þetta ferli hjá umboðsmanni skuldara til að fara svona yfir stöðuna og síðan lósa þau þá hjá umboðsmanni skuldara með næstu skref, og það eru alveg dæmi það að einstaklingar hafi fengið aðstofið jafnvel að fara í gjaldþrot þá eða gera einhverja samninga. Þeir sem ekki hafa farið í gjaldþrot hafa verið með þennan skuldahall á bakinu kannski í 10-12 ár og eftir þeir eru í afplánun, af því að sýslumaður heldur þeim á vanskilaskrá í raun og veru. Þannig að þetta hlýtur að vera erfitt. En eins með húsnæðisvanda árum áður þá þótti fangi ekki vera í brýnum húsnæðisvanda og fór þar alveg ekki á lista hjá sveitarfélögum fyrir félagslegu húsnæði fyrir hann daginn sem hann losnaði á fangilsi, og þá tók við kannski 2-3-4 ára bið. Er það ennþá þannig? Nei, einstaklingur í rauninni getur komist á biðlista þó hann sé í afplánun, og það er einmitt svo ofsalega mikilvægt að koma því ferli strax að stað ef það er ekki þá þegar hafið þegar einstaklingur kemur í afplánun. Það er svona partur af því sem við erum að vinna með. En hvernig hefur reynst að vinna með sveitarfélögunum? Nú mismunandi reglur væntanlega eftir sveitarfélögum, þannig að það er mismunandi hvað fangar fá í raun og veru, hvernig stuðning þeir fá eftir hvar þeir búa. Og jafnvel hefur verið líka mikil mismunur bara hjá þjónustumiðstöðum í Reykjavík. Hvernig gengur, veldur þetta ekki svolítið óróa í fangelsinu milli fanga? Það gerir það. Eðlilega þá eru þessir einstaklingar að bera sig saman við aðra aðila sem eru í afplánun, og við fórum þar leið í rauninni að setjast niður með þjónustumiðstöðum Reykjavíkurborgar og benda á misræmi, þannig að allavega Reykjavíkurborg geti samræmt sig, og það hefur gengið mjög vel og orðin mikil breyting þar á. Finnst þér að sveitarfélögin þurfa að grípa meira inn í og meira, eða sem sagt viða meiri aðgerðir við losun fanga aftur út í samfélagi? Ég er svona, það sem ég er með í hausnum er að því að í Danmörku er hérna úrræði þar sem öll sveitarfélög landsins taka þátt í raun og veru að losa fanga í samvinnu með fangelsismála yfirvöld, að þeirra farsæld verði betri eftir að þeir komi út í samfélagið. Og hérna það er eitt sveitarfélag, Kolding ef ég man rétt, sem sér það í Danmörku. Finnst þér þetta ekki vanta hérna? Sko, finnst kannski, það sem vantar er að það sé passað upp á að einstaklingar detti ekki út af lista hjá þeim félagsráðgjöfum sem þeir eru jafnvel fyrir með hjá Reykjavíkurborg eða hjá í sveitarfélaginu. Það þarf í rauninni að vera samstarf á milli. Ég myndi ekki telja að það ætti að taka alveg yfir. Ég held að það ætti bara að vera meira í rauninni samstarf og að tryggja í rauninni samfellu innan sveitarfélagsins þá. Og svona að það sé svona upplýsingar fari á milli jafnvel losun og svona, þú veist, það sé einhver svona samvinna meiri, og það hefur alveg orðið þróun í þá átt. Þannig að í raun og veru að menn séu með sinn félagsráðgjafa frá því að þeir kom inn í afplánun þangað til þeir eru komin út. Já, það hefur alveg orðið þróun í þá átt að ef einstaklingar eru ekki með félagsráðgjafa þegar hjá sveitarfélaginu, þá höfum við verið að kalla eftir félagsráðgjafa hjá sveitarfélaginu til þess einmitt að halda samfellu og halda
í rauninni bara umsóknum og fleira í gangi Já. þar sko. En hvernig vinnið þið með fanga? Er það misjant eftir brotaflokkum eða eru þið eitthvað að flokka menn niður eða hvað menn þurfa eða er það bara persónubundið? Það er í rauninni, við erum aðeins bara að flokka eftir þjónustu þörf í Já. rauninni, ekki eftir brotaflokkum eða neitt slíkt og heldur í rauninni bara eftir lengd dóms og alvarleika brots og svona hvort við sjáum fyrir okkur að við komum til að sé með mörg skilir í jafnvel þegar hann er á reynslulaust og þurfa að fylgja vel eftir. En hvað hvernig standa fangar sig almennt félagslega? Eru þeir með mikið vanda inn í fangelsum? Eða er þetta, þurfa þeir mikla stuðning, styrki, tannviðgerðir kannski eða? Já, sko það eru alveg dæmi það að einstaklingar hafa jafnvel ekki verið í aðstöðu til þess að sinna einhverjum svona grunnþörfum eins og að fara til tannlæknis eða annarri heilbrigðisþjónustu þess vegna og svona og síðan þegar einstaklingar mæta síðan í þetta svona innrammaða umhverfi og breytast aðstæður og jafnvel hætta í neyslu eða svona rennur af neyslan að þá fara aðeinar ofta að huga að þessum þáttum og þá er svo mikilvægt að geta gripið boltan. Það er sko tannviðgerðir er svona allan hjá okkur svona eitt af helsta baráttumáli sem verður á næstunni því að tannheilsa fanga er almennt mjög slæm og hefur versnað og og það er búið að taka styrki til tannviðgerða tilbaka eins og það var í gamla daga. Já. Þá voru menn að fá 50.000 krónur á ári sem var kannski ekkert há upphæð en þetta var samt svona nóg til að viðhalda svona viðgerðum eða svona, en það er allt farið í raun og veru, þannig að þetta ástandið er slæmt. Og það er mikið til unnið að geta nýtt þennan tíma einmitt ef að einstaklingar hafa ekki verið í aðstöðu til þess að bara geta sinnt þessu að nota tíman í afplanu. En hvað er svona helstu vandamálin eða helstu spurningarnar, algengustu sem þið fáið? Sko, nú er ég á Hólmsheiðinni, þannig að algengasta spurningin er og hvað svo? Hvað tekur við? Hvert er ég fluttur í eitthvað annað fangelsi eða svona hvert eru framhaldið? Það er algengasta spurningin. Sko. Já, þannig að það er móttökufangelsi og þeir vita í raun og ekkert framhaldið. Oft er það þannig, já það er svona. En er það ekki svolítið samt yfir allan tímanum, en eru svolítið í óvissu allan tíman sem þeir eru fangelsi, er svona með framhald? Hvenær þeir losna, hvenær þeir fá að fara í opið, hvenær þeir fá reynslur? Jú, oft er það þannig að það snýst oft svona vangaveltur næstu skref. Já, þannig að því að þeir eru kannski ekki að fá svör, þetta fer auðvitað eftir kannski ápláninni þeirra, hvenær þeir fá. Já, og oft eru líka einhver ólokkin mál í lögreglukerfinu, þannig að það er ekki hægt að vita alveg framvindu afplánunar. Myndirðu ekki segja að það væri svolítið stórt vandamál núna, að það eru svo margir í afplánun með mál í kerfinu þar sem að menn eru bara látni bíða, því þeir eru hvort sem komnir inn í kerfið að þeir eru ekki að fá lögreglan er bara ekki að taka það fyrir sko, því þeir eru hvort sem inni sko. Það hjálpar mikið til að gera einhverja áætlun ef það er ekki opið mál í lögreglukerfinu. Það er fyrir þá aðeila sem eru í afplánun þá er það mun þægilega að geta gert einhver plön, vita eitthvað svona framhaldið sko. Gerirðu grein fyrir hvað þið eru að sinna sirka mörgum á mánuði? Ég held að það sé aðeins svona misjafnt eftir mánuðum reyndar rokkar aðeins að nú erum við að sinna reynslulausninni til dæmis eins og ég sagði og það eru 40 manns með sérskilyrði þar sem þarf að fylgja vel eftir. Síðan eru 35-40 sem eru í svona rauðum flokki sem verður að fylgja vel eftir og gera meðferðar áætlun og svona með og síðan eru það í rauninni allir hinnir og þeir sem eru í gulum flokki líka, þeir eru líka í reglulegum viðtölum oft og svona síðan í rauninni bara bregðast við viðtalsbeinum þannig að sexa á þann lista. Hvernig hefur
Hvernig hefur COVID breytt starfinu ykkar? Hlýtur að hafa verið erfitt allt síðasta ár bara að hitta fanga Já. og fara í fangilsinn og er ekki mikill munur á starfseminni núna eða allan að síðasta árið og eins og þetta var fyrir COVID eða? Mjög mikill munur, alveg reynd og það hérna, maður fann bara eins og núna síðast að þá tókum við ákvörðun að starfstöðarnar yrðu út í fangilsunum, ekki sko að fangilsmálstofnun og það munaði strax það, við höfum tök á að það kallar við einhver viðtöl og svona sinna þess, en fjarfundabúnaðurinn hjálpaði náttúrulega mikið til, en það er ekki alveg það sama og ekki allir sem eru endilega tilbúinir að nýta sér fjarfundabúnað, þannig að Já, en þannig að þið eruð já, það er búið að setja upp fjarfundabúnað í öllum fangilsum eða ekki til að taka viðtöl og... Jú, það er alveg möguleiki á fjarfundaviðtali eða fjarfundabúnað í öllum fangilsum. En það er orðið svolítið núna, eða ekki, ég meina, öll dómsmál, vitnisburðir, þetta ekki allt orðið fram í fjarfundabúnaði? Þetta var mikið nýtt í COVID Já. tímanum, sko, alveg mikið nýtt. Já, hvað hérna, er þetta erfitt starf eða erfitt vinnuumhverfi fyrir ykkur sem félagsráðgjafa? Það er alveg áskoranir í þessu umhverfi. Það er að einhvern veginn bæði það að það eru áskoranir að reyna að gera einhverjar áætlanir í þessu umhverfi einhvern veginn þar sem að margir óvissu þættir eru jafnvel til staðar og svona, já, þetta er þrúgandi umhverfi fyrir marga. Já, þannig að þið takið þetta inn á ykkur mikið, náttúrulega fólk hlýtur að vera að ganga svolítið eftir ykkur með aðstóð, fá svör, ég veit bara, ég er sjálfur að senda ykkur tölvupósta fyrir aðra og það fær á mig, sko, að bara það sé ekki hægt að finna eitthvað út úr þessu hlutum og ég er að senda á ykkur og ég get ímynda mér það, sko. Bara í ljósi fjöldans að þá svona þurfum við að forgangsraða og svona einhvern veginn að skipuleggja okkur vel. Það er margt sem verður þá kannski út undan eða dregst eitthvað, þannig að það er alveg auka álag í rauninni, kannski. Já. En hvaða kosti þarf félagsráðgjafi að hafa sem starfar í fangilsunum? Já, góð spurning. Fordómaleysi og svona heildarsýn, skilning á aðstæðum, já, og bara, já, það sé svona kannski það fyrsta sem poppar upp. En svona skilningur á ykkar starfi hjá fangavörðum eða fangelsismálstofnun er mikill skilningur? Já, það allavega upplifi ég það, sko. Það er mikill skilningur. Eru fangaverðir að leita til ykkar? Já, það er alveg. Og þá með því að með ráðleggingar eða eru þeirra að leysa úr málum eða bara svona hvernig? Já, þeir eru bara mjög ofta að ráðfæra sig við okkur, vísa til okkar og já, bara óska eftir einhverjum leiðbeiningum og það er gott samstarf á milli. Mjög svo. Já. En ef við förum aðeins út í aðstandendur fanga, komið þið eitthvað að viðtölum við aðstandendur eða hafið þið verið aðstofa þá? Við höfum lítið í rauninni komið að því, einfallega bara út af manneklu, sko. Við verðum bara að forgangsraða og forgangshópurinn er í rauninni þeir sem að eru inn á borði hjá Fangelsismálastofnun, sko. Hvað þyrftu við marga félagsráðgjafa til að vera með þetta fullkomið? Ég myndi segja 4-5 allavega til að byrja með. Og það er þriðji að bætast við væntanlega þá núna, sagður ekki það? Það er einn að bætast. Þriðja manneskja. En hvernig við fórum aðeins út í þessa hluti sem þeir eru aðstofa að fanga með,
hvernig gengur almennt bara svona að greiða úr þessum flækjum við sveitafélögin, við umboðsmann, er þetta alltaf sömu vandamálin aftur og aftur og gengur? Sko mikið til fjárhagsvandi, húsnæðisleysið, eins og segir, sko, það hérna, það oft, sko, þegar kemur að sveitafélaginu þá er svolítið úrræðaleysi varðandi húsnæðismálin. Það eru langir biðlistar eftir húsnæði og þess vegna kannski einmitt skiptir svo miklu máli að fara strax af stað að skoða það strax í upphafi afplánunar, meðal annars til að meta hvort að viðkomandi að stefna á almennt leiguhúsnæði hjá sveitarfélaginu eða jafnvel eitthvað sértækara og þá þarf að fara af stað eitthvað greiningaferli hjá sveitarfélaginu og svona, og það er svo fínt að nota, eða svo gott að nota tækifærið ef það gengur vel í afplánunum hjá einstaklingnum að nota tækifærið til þess að vinna þá vinnu þá. Já. Sinnið þið einhverju fræðslu? Já. Við höfum verið að fara inn og ganga með svona gangafræðslu, það er náttúrulega aðeins dreifð úr því í COVID ástandinu, en þar erum við svona svolítið að benda á þessi úrræði og hvaða leiðir eru færa til að sækja svoleiðis, og svo höfum við líka verið með foreldraverni námskeið og svona komið aðeins inn á að vera foreldri í afplánun, það hérna hverju þarf að huga að sem foreldri. Já. Hérna, ef við höldum áfram að tala um drauma aðstæður, hvað er það sem að þið myndu vilja sjá breytingar á í fangelskerfinu svona almennt? Já, fleira starfsfólk. Já. Bara almennt, sko, hérna fangaverði og hérna annað fagfólk líka, þannig að það sé í rauninni svona hægt að sinna hverjum á einum bara almennt betur, eða þess að það sé hægt að vera meira til staða fyrir hvern og einn. Menntamál kannski? Já, líka það. Já. Ef við erum að hugsa svona virkni og svoleiðis líka, að þá einmitt mætti efla menntun eða svona menntunar úrræði innan fangelsiskerfisins. Verknám og slíkt. Akkurat. En hvað hérna munurinn á karlmönnum og kvenfólki í fangelsum? Er mikill munur? Sko almennt hefur verið talað að konur eru kannski að koma seinna á ferlinu inn í afplánun. Það hefur kannski gengið meira á út í samfélaginu áður en að dómur kemur hjá konum. Þannig að það er svona, já, það er kannski helst það. Já. Eru þær erfiðari eða er þetta erfiðari hópur? Nei. Eru allan færri? Það eru færri, já. Það eru hvað, bara 5, 7, 8% af fangahópnum, ekki? Eitthvað svoleiðis, já. En þær geta farið, þær eru raun og veru bara á Hólmsheiði, eða ekki? Jú. Þær geta farið í óbyggðaúrræði? Já. En það eru kannski fáar sem farið í það, eða hvað eru margar í dag til dæmis í opnum úrræði? Ef við ætlum að tala um opið fangelsi, þá eru held ég örugglega að fara með rétt að séu 2 í dag í opnu fangelsi. Ekki alveg vissum vernd. En ég held að sé allavega 1 kona þar. En þú talar áðan reynslulausnir á skilyrðum. Já. Hvernig það þegar menn eru að koma aftur út í samfélagið? Er einhver eftirfylgni með þeim? Eða líkur ykkar samskiptum þar? Eða? Sko, ef að einstaklingur fer á reynslulausn með sérskilyrði, þá er hann háður svona eftirliti allavega, og þá er í rauninni eftirfylgd á okkar hálfu. Já. Síðan geta komið til viðbótarskilyrði eins og neitt ekki áfengis eða vímuefna, setja sig ekki samband við brotaþola og fleiri svona
sértæk skilyrði og partur af okkar starfi er í rauninni að hafa eftirlit með því, fylgjast með í rauninni að skilyrðin séu uppfyllt. Maður hefur heyrt af alls konar skilyrðum. Já. Maður eftir einu sem átti ekki fyrir sund, held ég. Einhverstað las ég það, eða hvort hann hefði farið sund. Ég er ekki alveg hvort það sé að fara. En eru alls konar skilyrði í gangi? Já, þetta snýr í rauninni aðalega að það hefur þá kannski líka tengst sko að ef þú hefur brotið gegn barni þá getur þú fengið skilyrði að vera ekki í tómstundum þar sem að börn er í tómstundum eða einhver svoleiðis skilyrði sko að geti hafa tengst því þá. Já. En hvað með því sjálf? Hvað ertu búin að vera lengi hjá félagsráðgjafa hjá Fangelsismálastofnun? Hjá Fangelsismálastofnun frá 2014, já, 2014. Og þú ætlar að halda áfram, eða ekki? Já, allavega, bara. Sjá þetta þróast og Akkurat. Dögg Hilmarsdóttir, sagði ég ekki Hilmarsdóttir áðan? Jú. Já, ég er nefnilega stundur ruglast. Dögg Hilmarsdóttir, þakka kærlega fyrir komuna og ég þakka ykkur fyrir að hlusta og við sjáumst í næsta þætti. Takk fyrir.